að eftir að hrunið var þarna í byrjun apríl og allir hlutabréfamarkaðir féllu, að þá hafa erlendi markaðir miklu frekar náð sér á strik heldur en sá íslenski. Sá íslenski fór jú strax upp, en svo hann bara búin að vera láréttur frá því miðjan maí. Og við skulum kannski setja hérna þá gamalkunnugt graf sem sýnir mitt kauphöllina og takta eftir því að það er 10% lækkun innan þessa árs. Það er bara þannig á íslensku kauphöllinni og það er þannig og við sjáum það bara að vegna þess að hún reis það hátt áramótin, skilur að það er meginskýring. Já, ég meina hún hafði og fjall síðan. Svo kom náttúrulega bara alþjóðlegt fall. Allir hlutabréfamarkaðir eru rauninni með aprílmánuð, í byrjun apríl. Var þetta apríl gap þegar hann byrjaði með tollana, hann Trump? Það hefur nú ekki reynst vera það. Það er ekki reynst vera það hingað. Það töluð allir að nú er allir markaðir að falla og það hluthafa væri svo mikið og lífeyrissjóð það var búið að reikna þetta út í allar áttir í rauninni. En markaðurinn á Íslandi, hann er búin að vera láréttur og við erum enn að fjalla þetta út frá því að hefur Ísland er hann markaðurinn í Íslandi eitthvað óhagstæðir heldur en erlendis. Þannig að ég skoðaði líka þá vestur í Bandaríkjunum, Dow Jones, Wall Street. Leit á þetta bara áður við komum hérna inn áðan og þar er það sama að þar er þetta lækkun féll náttúrulega í byrjun apríl en við sjáum það að þar er mikill stígandi frá því þá og Trump hefur verið að fá inn allskens fjárfestingar, hann hefur verið að semja við ýmis ríki, hann var nú í Bretlandi núna í vikunni og þar er hann að reyna að fá Breta til þess að fjárfesta og sérstaka sambandið gildir enn því að Bretarnir þeir fengu bara 10% toll. Og meðan ESB er með hærri og svo er við Íslendingar við fengum 20% toll. Já, og svo erum við að tala það að förum bara þá til Þýskalands, þar er Frankfurt sem er nú svona talað fyrir utan London. Frankfurt, takk. Og það er Frankfurt sem sagt, getur við sagt, það er sem sagt Seðlabanki Evrópusambandsins, þannig að þegar maður kemur til Frankfurt sem ég gerði nú fyrir jól að þar þetta er mikil fjármálaborg og þarna eru allir stærstu bankar í Evrópu, alveg eins og í London. London hefur náttúrulega verið miðstöð fjármálalífsins í Evrópu. En við sjáum það bara núna, ef við horfum á dagsvísitöluna með exit, dags, það er ekki dagur, við erum ekki að tala Dag B. Eggertsson. Guðsjólof. Dagsvísitölun hún hefur hækkað 24% síðastliðið 1 ár, sem er meira heldur en þetta með Dow Jones, þar London hafði hækkað 11% og DAX 24% og Frankfurt segir 24%, þannig að þá erum við að tala 1 ár og meðan að íslenski markaðurinn hefur hækkað 12% síðastliðið 1 ár og svo hækkun var öll raunin tilkomin innan ársins, síðastliðið 1 ár áramótin.